Þá er ég búinn að skera út öll rifin sem ég þarf í vængina á þessum módeli og það sem ég notaði til þess var þetta skapalón. Við skulum skoða nánar hvað það var sem ég gerði. Með þessu skapalóni sem er nú bara hvað segja, svona frumrif sem hægt er að finna, þá sagaði ég út öll rifin sem þarf. Við skulum skoða hvernig þau líti út. Fyrsta lagi, þá eru rif nummer 1 og 2. Það heita 1 og 2 vegna þess að teikningunni er þessi partur og þessi partur. Miðjan er opinn fyrir servo. En að ég ætla ekki að vera með servo í miðjunni, þá bara held ég miðjunni. Einnig sést að bitarnir eru hærri hérna innst heldur en þeir eru þegar komið lengra út. Þetta er semst fyrstu rifin. Síðan er rif nummer 3. Hérna er tekið úr fyrir hærri bitum og ég er búinn að gera göt. Þessi göt eru náttúrulega fyrir servosnúrur. Á þessi rif koma síðan svona krossvegarrif sem að styrkja festingar fyrir hjólastælskubbana. Hérna eru síðan smárif framan á, VAF 9. Þau eru líka skorin með þessu hérna. Rif nummer 4 eru eins og rif nummer 3 nema að hérna er búið að taka úr fyrir hjólastælskaupunum. Rif nummer 5, þá erum við komin út fyrir tvöföldunina en þá er gat. 6 er 1 og 7 og þegar við komum út fyrir þar sem ég ætla að hafa servoið þá er engin göt. Rif nummer 8 er í hallastýrinu, það verður sikkoru megin við stýrishorn sem ég sett inn í þetta og rif nummer 10 er alveg eins neðan bóru 30 mm balsa og verður í rótinni á hallastýrinu. Og það síðasta sem ég skar út og notaði náttúrulega þetta skapalón var vangendin. Þetta er 25 mm þykkt, kemur utan á vangendan. Það er alveg hugsanlegt að ég reyni að hóla þetta út að innan til þess að gera það léttara. Þetta er nú samt afskaplega léttur balsi og þetta verður síðan rúnnað á endan. Nú vantar mig frekari efni í þennan væng. Ég á ekki efnið í þarna skinnið og ég á ekki efnið í aftar í bitan. Þannig að nú ætla ég bara að ganga frá þessu, taka þetta saman og geyma í góðri geymslu. Best er þegar maður er búinn að útbúa svona mikið af rifjum er að stafla þeim bara saman svona og skella teygjubandi utanum.
Nú er nokkuð ljóst að ef að þetta hangir svona saman allt saman þá týnist ekki neitt. Eða á hinn bóginn það týnist bara allt í einu. Síðan er gott að hafa svona plastkassa sem að setja ofan í allt sem maður er búinn að gera. Og hérna er lokið á hann. Ég er hættur að nota þetta skapalón, það fer hún í kassan og nú getur ég geymt hann á góðum stað. Þá er komið að því að saga út rifin fyrir skrokkin og efnið þau er hér. Efnið sem tilgreint er í skrokkrifin eru í flestum tilfellum balsi, eins og hér til dæmis í rif nr. 3 er talað 3/16 balsa sem er það bil 5 mm. Öll rif fyrir aftan 3 eru úr balsa, en ég ætla að fara aðra leið. Ég ætla að nota svona crossfit, þetta er að vísu hérna til dæmis efni í rif 6 hjá mér, ég er búinn að merkja það 6, og þetta er 4 mm crossfitur. Hérna 5, 4, 3, 2 er 6 mm crossfitur, eins 2A sem kemur aðeins svona fyrir neðan, og 1 eldvegurinn er að sjálfsögðu 6 mm crossfitur. Einhverjum gæti dottið í huga að þetta er þá bara allt of þungt, en ég ætla líka að gera ráðstafanir í því sambandi. Hérna sést til dæmis að það er heilmikið gat tekið innan í rifið. Þetta er aðalega til þess að stýristanginar komist í gegn þetta. Samkvæmt teikningunni eru 2 stýristangir sem að liggja í stýrin. Ég ætla hins vegar að stækka þetta gat þannig að það sé alveg jafnt báð megin, og hérna er ég búinn að merkja hvernig ég ætla að stækka gatið. Annað sem að getur gert líka án þess að minnka styrkin í krossviðnum er að taka göt bæði fyrir ofan og neðan, og ég get gert það líka með þrepabor. Það er langbesti borin í svoleiðis. En nú þarf ég að festa þetta á krossviðarplötuna hér, og það er gert með sprautulími. Það er best að prófa það aðeins. Hérna er límið sem ég ætla að nota. Þetta heitir Remount frá 3M, geysilega dýrt en dugar alveg ágætlega, og kosturinn við það er að það festir eiginlega ekki pappírinn niður á krossviðinn. Til þess að þetta lím fari nú ekki út um allt, þá er ágætt að vera með eintak af bændablaðinu og leggja það hérna niður og sprauta létta umferð af líminu á blaðið. Það er síðan ágætt að láta það aðeins byrja að taka sig, þannig að það sé ekki alveg rennandi blautt, og svo legg ég þetta hér á krossviðinn. Svona. Nú ætla ég að líma svona á alla hina. Það er óþarft að gera það í mynd, það er bara hundleiðinlegt. Þá er komið að því að saga út. Hérna er ég með rif nr. 3 og nú ætla ég að skella því á bandsaugina.
Hérna er þá rif nummer 3 komið, búið að saga það út. Eitt af því sem maður þarf að passa að sjá er að hérna eru örlítil hög sem að setjast ofan á krossviðardöflun sem að kemur hér næst rifinu. En nú þarf ég aðeins að pússa þetta pínlítið. Ég get notað pússivél sem ég á, eina stóra mikla. Best að prófa að sjá hvernig hún virkar. Ég get auðvitað ekki pússað hérna innan í með þessari vél, þannig að þá þarf ég að nota bara venjulegan sandpapír. Hérna er ég með pínlítinn eikarbút sem ég er búinn að líma sandpapír á. Og nú get ég jafnað þetta til, gert það fallegt. Bara með grófum sandpapír, ég held sé 80 eða 100 hérna á þessu. Eins getur maður hreinsað hérna, kemur svona skegg innan á þetta þegar maður sagar og pússar. Maður hreinsar það af. Hérna er þetta litla hak sem ég er að tala um. Maður passa að taka það ekki í burtu. Svona. Nú er rif nummer 3 eiginlega tilbúið. Það eru sýnd hérna 2 göt fyrir stýribarka, annars vegar í nefhjólastellið og hins vegar í inngjöfuna. Og það væri ekki úr vegi að bora þau áður maður gerum ekki meira. Hérna er ég komið með 3 mm eða 3,2 mm bor í borstandinn og ég ætla að bora með því hér. Flestir svona stýribarkar eru eitthvað í kringu 3 mm. Síðan ef maður er komið með 3 og þar meira, þá er mjög auðvelt að rýmka það með einhvers konar handverkfærum. En svona, nú þarf ég bara aðeins að snirta þetta með sandpapír og þá er rifið komið. Hérna er rifið og eins og venjulega þegar maður borar svona þá kemur smá hryggur við götin, þannig að ég skelli sandpapírnum á þetta, fæ þetta alveg rennið slétt. Svona, og þá þarf ég bara að taka pappírinn af, og að því að ég leyfði honum aðeins að taka sig áður en ég límdi hann niður, þá fer hann af og ekkert hérna á rifinu. Aðeins að skella smá sandpapír á það til þess að slétta það. Svona. Þá er rif nummer 3 komið. Það kemur til með að standa svona í skroknum og bara 6 önnur eftir. Nú þarf ég að gera þessi göt náttúrulega, en af því að ég á ekki almennilega sög, svona útsögunarsög, þá nota ég bara gamla bogasög sem ég hef átt í einhverja 20-100 ára og ég bora gat eins og hér sést og saga þetta bara í höndunum. Ein
ágæt aðferð til þess að hjálpa sér aðeins við þetta er að taka rétt skeið og beittan hníf og skera í línurnar þar sem ætlar að saga. Þá hefur það þau áhrif að sagarblaðið reynir að elta það sem búið er að skera. Hugmyndin er þannig að fá beinni línu. Einu sinni viðbót hérna. Fyrst laust og létt, aðeins fastar og svo eins fast maður vill, svona. Nú ætla ég að saga þetta út. Nú þræði ég krossviðin hérna upp á. Svona. Og nú er bara saga út í hornið. Og síðan rúlla eftir strikinu. Þau sem einhvern tíma hafa farið í handavinnu, allavega eins og var þegar ég var í skóla. Þeir hafa prófað að nota bogasög. Eina trikkið við bogasög er að láta tennurnar snúa niður. Svona. Svo losa maður þetta upp aftur og hérna er reifið komið. Það er best að saga það síðan út í bandsauginni. Það er miklu auðveldara. Hérna eru þá reifin í skrokkin öll komin og nú vantar við bara að finna meira efni til þess að geta byrjað að raða þessu saman.